Tryggvason. Já, formaður, góði félagar og aðrir áheyrendur. Ég þakka góða framsögu og miklar umbætur á kaflanum. Ég er mjög ánægður með að hér sé tillaga bindandi stjórnlagadómstól eða slíkt hlutverk Hæstaréttar eins og ég raunar lagði til fyrir viku síðan. Mig langar að koma inn á nokkur smærri atriði. Ég skil þau rök fyrir því að hafna tillögu minni að fjöldi dómara sé tilgreindur í stjórnarskrá og legg þá til að það verði tekið skýrt fram í greinargerð að tilgangurinn sé jú að löggjafinn og stjórnvöld geti ekki raskað skipan dómara í svona óeðlilegu skyni. Í öðru lagi vil ég árétta hugmynd sem ég hef aðeins nefnt munnlega að sjálfstæði ákæruvald sé tryggt í stjórnarskráni og að því ákæruvaldi almennt talið hluti af dómskerfinu þá hugsa ég að eigi betur heima í þessum kafla C-nefndar heldur en hjá okkur í B-nefnd en það kann að vera álitaefni. En það eins og Íris Lind kom einmitt inn á varðandi ákæruvald gagnvart ráðherrum þá sjálfstæði ákæruvalds eiginlega ekki síður mikilvægt en dómara og ég held að það geti alveg réttlætt stjórnarskrá ákvæði það svipað með dómara. Þá vil ég nefna það sem ég hef áður nefnt á fundum nefndar að ég tel ekki rétt að Hæstiréttur sinni eins og hann hefur gert í allt of miklum mæli stjórnsýslu. Þar að segja löggjafinn felur Hæstarétti iðulega að tilnefna í ýmiss konar úrskurðaraðila fyrst og fremst. Þetta má segja venja, þannig að ef að stjórnarskrárákvæðið fer svona inn að dómstólar megi ekki sinna öðru en því sem venja og eðli málsins leyfir, að þá getur þessi ósiður sem hann að mínu mati haldist áfram. Þetta held ég sé ekki spurning að bera undir sérfræðingar réttarfari, þetta eins einfaldlega pólitísk spurning sem við getum leyst úr hér, þar að segja á Hæstiréttur að sinna öðrum dómstörfum. Og ég legg til að það verði tekið fyrir þetta að Hæstiréttur tilnefni einhverja meinta hlutlausa menn í úrskurðarapparat með því að til dæmis taka út orðin venja þarna í texta í annarri grein. Nú varðandi þessa góðu tillögu frá nefndinni að dómstólar skeri úr lögmæti almennar kosninga þá held ég þessi mikil framför að Alþingi sker ekki sjálft úr lögmæti sitt eins og bent hefur verið á að sé óeðlilegt og ég vil dæmi að hafi verið óeðlileg tilvikum. En ég árétta þá afstöðu mína að kosningar hugtak sem í lagamáli tekur til vals á persónum, hvort sem á listum eða í persónukjöri, en atkvæðagreiðsla það sem lítur að því að greiða atkvæðum málefni. Þannig ég legg til að orðið atkvæðagreiðsla komi þarna einnig til. Nú þá árétta ég þær áhyggjur mínar að þetta orðalag í 4. grein, 2. málsgrein félagsdóm, að það útilokar 2 verkefni, jafnvel 3, sem að félagsdómur sinni nú samkvæmt lögum. Ég þekki þetta sem málflutningsmaður fyrir félagsdómi og kom að því fyrir 15 árum að breyta lögum stéttarfélög og vinnudeilur og óska eftir því að verði tekið á því í texta að nema menn vilji þrengja lögsögu félagsdóms sem ég skildi að ekki væri tilgangurinn. Nú síðan aðeins að þessari 7. grein sem ég líst mjög vel á. Ég tek nú fyrst undir með 5. greinina varðandi það sem Vilhjálmur nefndi. Ég held að þurfa að standa þarna hæfni í 5. greinin ekki hæfi sem að lítur að hæfi til meðferðar einstakra mála frekar. Hæfni frekar hversu fróðir og velmenntaðir þeir eru. Í 7. grein held ég að það þurfa að koma inn texti að þegar Hæstiréttur dæmir ósk þingnefndar eins 3 þingmanna eða forseta hvort athafnir eða athafnaleysi stjórnvalda eða lög stangist á við stjórnarskrána, til þess að það vakni ekki sá misskilningur að það alltaf að víkka út Hæstarétt þegar í almennum dómsmálum reynir á þessi atriði. Og þetta þá í samræmi við tillöguna sem kom frá mér upphaflega þetta að það bara í þessum sérstöku málum þar sem að lögspurningum beint til Hæstaréttar að hann skal útvíkkaður. Og svo vil ég taka undir með Vilhjálmi að það þurfi í textanum að koma fram að þessir
völdu dómarar af Alþingi skuli ekki vera settir til bráðabirgða heldur valdir til tiltekins tíma óháð því máli sem rís. Og loks það sem vísaði til B-nefndar, að þar smá ósamræmi að þar í fyrstu tillögu C-nefndar til B-nefndar, þar talað stjórnarathafnir en talið að það sé undirskil í athafnaleysi, en í 7. grein sjálf talað athafnaleysi. Ég held að þurfa að vera samræmi þarna á hvort að athafnaleysi nefnt berum orðum eða ekki. En ég nú eiginlega hlutlaus í því hvort það skuli nefna. Ég held að oft í lögfræði sé stjórnarathafnir eða athafnir innifeli það athafnaleysi. Takk og ég fagna þessum réttarbótum sem þarna skín í. Takk fyrir.